Já, við ætlum að halda áfram að tala svona vaxandi vanlíðan í samfélaginu, ekki kannski síst meðal barna en raunverulega á öllum, fullorðnum og líka öldruðum komið ljós vaxandi vanlíðan þar. Við rættum þetta við ýmsa undanförnu og nú hingað komin Ársæll Már Arnarsson sem prófessor og menntavísindasvið í háskólanum. Ef við myndum svona að reyna að byrja á byrjuninu og segja, það svo að börnum og ungmennum líði verr í dag en áður? Já, ég held að við verðum að horfast í það. Það tölurnar benda klárlega til þess og við höfum verið að fylgjast með þessu við höfum verið náttúrulega með rannsóknir alveg síðan 1995, Þóroddur Bjarnason, prófessor við Háskólann Akureyri byrjaði með þetta þá og við höfum verið að keyra þetta alveg síðan og það er alveg klárt að það er aukin vanlíðan meðal barna og unglinga á Íslandi. Tölurnar í sjálfu sér ekkert risastórar en aukningin hefur verið mjög afgerandi. Það eru fleirum sem að líður verð núna heldur þegar mælingar hófust. Já, það er það. En stundum það sagt þegar svona hlutir verið til umræðu að það getur annars vegar að fólki líður verð en hins vegar líka fólki auðvöld með að skilgreina það og viðurkenna það og svara. Algjörlega, og ég held að það sé alveg rétt líka. Það er alveg örugglega partur af skýringunni að fólk hefur meira svigrúm til þess að svona líða illa og við þekkjum þetta náttúrulega orðnir gamlega eins og grunnum að sjá að þegar við vorum í skóla þá voru engin kvíðnir strákar. Nei, við erum krumpaða kynslóðin. Já. Það voru engi kvíðnir strákar, en auðvitað voru fullt af kvíðnum strákum með okkur í skóla. Þeir bara, höfðu ekki færa á því að tjá sig, það hefði bara verið félagslegt sjálfsmorð að segja frá því að þegar maður hefði bara verið lagður í einelti og gert endalaust grín á manni. Og svo bara fóru þessi strákar í neyslu og súísiteruðu eða yfirfærðu sinn sásauka yfir á sína nánustu, skilur. Þannig að það er auðvitað bara jákvætt, af því að lífið er erfitt, skilur. Það er flókið að vera manneskja og lífið er erfitt, Það sé búta, lífið er erfitt. Nákvæmlega. En þannig að þegar það tekið í burtu, það að fólk er auðvöldra með að tala um þetta í dag, að þá stendur eftir að það er samt aukning. Og þá auðvitað fer maður að horfa við svona okkur. Við höfum tilhneigingu til þess að vilja alltaf svona einföld svör, var þetta ekki COVID, er þetta ekki símarnir og þess áttar og við pikkum alveg upp að hlutinir eru verri núna eftir COVID heldur en þeir voru en þessi þróun er búin að vera miklu lengri og við höfum líka séð þetta í nágrannalöndum okkar gerast það sama. Samfélagsmiðlarnir eru auðvitað klárt að þeir eru auðvitað að breyta svolítið því hvernig við hugsum og hegðum okkur og hvernig okkur líður, því að það er auðvitað þetta, maður er alltaf að bera yfirborð lífs annara saman við sitt innra líf og það er auðvitað aldrei góður samanburður, maður kemur aldrei vel út úr þeim samanburði og auðvitað líka við höfum séð svona þróun að fólk er líka orðið svolítið sjálfhverfara, jafnvel þessi kynslóð sem er mjög aktív í því að horfa til þeirra sem að minna mega sín og berjast fyrir umhverfismálum og svona, það er líka svona ákveðin tendast til svona ákveðna sjálfhverfni. Það heyri það nú stundu þegar að vera að tala um þessi mál, að fólk talar um áhrif þess á sig, frekar heldur en áhrif þess á það sem að verður fyrir óréttlætinu eða... Það er svolítið þannig, En áður en við tölum orsakinnar, hvernig birtist þessi vanlíðan? Er það kvíði, er það lágt sjálfsmat, er það einmannaleiki? Birtist í öllum þessum þáttum og það er auðvitað
þú veist, eins og okkar rannsóknir, við erum svona meira að skoða ákveðin einkenni, þú veist, við erum fundið fyrir kvíða og svoleiðis, eða fundið fyrir einmannleika og þess áttar. Við erum ekki með svona klíniska greiningar, en svo sjáum við það auðvitað úr sko skýrslum frá BUGL og fleirum að það er klárleg aukning í því, og svo auðvitað erum við með, sennilega Evrópumetið í notkun geðlyfja fyrir þennan aldurshóp. Sem að var, ef við erum að vitna aftur í þær fornaldir þegar við vorum ungir, að þá þekktist það eiginlega ekki að börnum var ekki gefin geðlyf. Meðal annars með þeim rökum sagði gamall læknir mér að það var ekki hægt að gera rannsóknir á áhrifum lyfja og geðlyfja á börn, og þess vegna væri ósiðlegt að gefa þeim. Já, og það eru auðvitað alveg rétt. Það eru auðvitað einhverjar lyfjarannsóknir sem sagt gerðar, en ég er bara að vísi í þessu að það þóttilega fráleitt sem núna er orðið sko. Hvað er stór hluti barna sem er á einhvers konar geðlyfjum? Ég er nú ekki með tölurnar, það eru 20% sko, og við, sko, ég held að við þurfum aðeins að staldra við þetta, því að sko það er þannig að við höfum aldrei notað meira af geðlyfjum fyrir bara náttúrulega allt samfélagið og sérstaklega börn, aldrei notað meira geðlyfjum. Það hafa aldrei verið fleiri sko sálfræðingar starfandi, samt er þetta alltaf að aukast og þú veist. Og ég held að sko geðlyf séu góð til síns brúks og sálfræðingar eru fínir, en það er eitthvað í þessu sem við erum að missa af. Þannig að við erum svolítið að svona, þú veist, moka meira af því sama til þess að leysa vandamáli sem er samt bara að aukast, sko. Þannig að ég held að þá þurfum við að skilgreina hvert er vandamálið? Já, sko vandamálið eru þetta kannski, ég held að það sé kannski svolítið svona segla og þrautsegja kannski sem að við höfum ekki alveg náða að imprenta inn í krakkan okkar þú veist, þetta sem að kannski fólki var kennt og þurfti bara auðvitað að læra, bara the hard way sko, að maður þarf svolítið að seglast áfram sko, að þegar á móti blæs, að þá þarf maður svolítið að rífa sig upp á skóreimunum bara og þramma áfram. Og þetta kannski sko er ókosturinn við það að vera með samfélag sem að svona leyfir mann að vera eins og maður er. Að það svona stundu það maður líka svona sparki í rassinn til þess að rífa sig af stað. Og þetta eru þetta, þú veist, ég man eftir því að því að þú veist, það var oft verið að tala þunglindi, að það, maður mætti alls ekki til dæmis segja, já, þú ætti bara að fara út að ganga eða einhvað svoleiðis, skilur. En það er samt eina af, sko, þetta er því besta sem þú getur gert, sko. Bara einn þunglindi vill ekki heyra þetta, sko. Nei, hann vill ekki heyra þetta og það er auðvitað þetta að við, þú veist, það er þessi balans, sko, að vera ekki alltaf að pressa á fólk og segja þeim að vera einhvern veginn öðruvísi en það er, sko. En á sama tíma þá náttúrulega ef að maður heldur áfram bara í sama fari þá gerist ekkert, skilur, þá verður þetta alltaf bara verra og verra og ég er svona til dæmis eins og þú veist þessi umræða skólaforðun og þess áttar og það er verið að sko leyfa krökkum að vera meira og meira bara þú veist tölvunni í símanum eða hvað sem er sko án þessa félagslega áreitis. Og það auðvitað bara, þá verður vandamáli bara meira og meira, sko. Það er bara þannig. Við lifum í samfélagi sem selur svona instant gratification. Þetta er neyslu samfélagið sem selur okkur að séu til einfalda lausnir og allt. Getur það spilað inn í? Já, við teljum að ef það er eitthvað þá getum við bara keypt okkur í burtu frá því. Já, klálega. Og það er náttúrulega til dæmis eins og með pólitíkina bæði til hægri og vinstri, er það að hún er mjög, sko, þetta er snýst mjög mikið efnisleg gæði. Og við erum svona eins og foreldri sem að kemur inn og sér að úlingnum sínum líður illa og hann tekur upp veskið, sko. Græjum þetta þannig, skilur, setur bara meiri peningi í þetta. Og það er ekkit alltaf, skilur, lausnin. Stundum þurfum við líka að hugsa bara hlutinu upp á nýtt og segja, bara staldra við og segja bara, heyrðu, þetta er ekki nógu gott. Við þurfum að prófa okkur áfram með það hvernig við getum hugsanlega leyst þetta og það verður ekki, þú veist, þetta verður ekki endalaust leyst með fleiri greiningum, meira geðlyfjum og fleiri sérfræðingstímum að því að við ráðum ekki við það, sko.
það er bara augljóst, ég meina kerfið komið á þrotum sko. Stundum er það þannig að mér líður illa vegna þess að ég lagður í einelti af því að ég er svartur eða ég er kona og fæ ekki sömu möguleika á aðrir og það hefur áhrif á mig. Algjörlega. Það er alls konar hluti sem er félagslegur vandi sem að við verðum fyrir. Getur verið að við séum með ómikið fókus á því að við getum læknað það sko enganlega sem er raunverulega bara félagslegur vandi. Ég held að það sé alveg að reynu og ég hef náttúrulega verið eins og ég segi í þessum rannsóknum í mörg ár og það eru þetta alltaf þessir bara usual suspects sem að tikka inn skilur. Það er bara slæm efnahagsleg staða fjölskyldunar, það er einstæð foreldri, það er sem sagt upprunni. Þetta hefur alltaf áhrif og sérstaklega bara krakkar sem eru frá þeim fjölskyldum sem að hafa það verst, þau bara álagið á þau er alltaf mest, þannig að klárlega ef við viljum gera eitthvað svona quick, einfalt þá auðvitað bara bætu við stöðu þeirra sem að verst standa, þetta vitum við öll. Við viljum það ekki, við viljum frekar gefa barninu geðlyf eða setja á sjálfstyrkingarnámskeið eða allt annað heldur en að bæta efnahagslega stöðu fjölskyldunnar. Það er bara miklu einfaldara, miklu auðveldara að skrifa út lyf heldur en að taka á því sem á vandanum eins og hann er og það eru þetta bara... Þá er líka þeim að kenna en ekki okkur. Já, algjörlega. Ég meina, við þurfum ekki að breyta neinu, því að hræðslan eru þetta alltaf það að maður gefi þessu fólki of mikið og það bara, fá eitthvað free ride, það væri nú alveg skelfilegt. Þetta er lögbútt í búð og kemst sér mat. Já, það væri alveg, myndi setja alveg samfélagið á hliðina. Vegna þess að, það sorglega við þetta líka er það að þetta er ekkit rosalega stór hópur, þetta er vel viðráðanlegt dæmi. Þannig að klálega, er það og það er auðvitað líka, með þessa svakalegu aukningu í greiningum. Það er líka mikið áhyggjuefni af því að þá er oft litið fram hjá þessum félagslega þætti, krakki með mótþróa þrjóskuröskun skilur. Hann er kannski bara býr við ömulegar félagslegar aðstæður þar sem allt er í bara volli, auðvitað er hann með einhverja hegðunar vandamál skilur. Það er bara eðlilegt, hann er bara uppreist kakvart yfirvaldi sem hefur brúðist. Nákvæmlega og svo bara, okkar svar er bara, gefum hann á lyf, setjum hann á einhverja sálfræði meðferð. Það er bara ekki vandamálið. Þú ert náttúrulega að lýsa samfélagi sem er svona næstu í sturlað, Já. En svo aðgerðinar eru svo, þetta er svo langt framjá, Já, það er það og það versta við það er það að við erum svolítið, við erum först á þessari leið, og maður er næstu í hræddu við að segja þetta, því að maður næstu er, vissum að fá það orða á sér, mann er sér illa við börn, að því að maður, er ekki tilbúin til þess að, vill setja ákveðna varnagla við þessa rosalegu svona fagvæðingu og lyfjavæðingu þessa málaflokks. Kannski hafi þá svona varnagla sem er þannig að við eigum að geta rætt að það sé of mikið af geðlyfjum sem er notuð, í því felst ekki ásökun gagnvart hverjum og einum að hann sé ekki að taka lyfið sín. Algjörlega. Og við verðum að fá að ræða mikla notkun geðlyfa án þess að lenda í debatti alltaf það að þessi að taka lyfin af einhverjum sem þarf á þeim að halda. Nei, ég myndi aldrei mæla á móti greiningu en það eru bara mjög nauðsynlegar og veita fólki skilning og innsæi og stuðning og aðgengi að þjónustu og allt það frábært Geðlyfin sömuleiðis fyrir ákveðin hóp sálfræðingar eru frábærir, þetta er allir að tala við sálfræðing en það er samt ekki þessi lausn er ekki að fara með okkur á þann stað sem við þurfum að vera. Nei, hefur ekki batnað, þú veist að segja það. Nei, við höfum aldrei haft meiri. Hefur bara einfallega, þetta er bara, við erum að gera meira af því sama sem er ekki að virka svona heilt yfir, þó að geti sjálfsögðu virka fyrir ákveðna einstaklinga. Nú ætti að vera eiginlega þau ljós sem að blikkuðu ákafast í samfélaginu væru að börnunum okkar líði alltaf ver og ver. Það ætti að vera hvati til samfélagi að horfast í augu við það
og byrja bara að ræða það eins og við erum að gera hér. En að einhver leyti finnst manni að við séum ekki að því. Nei, þetta er Þú sagði áðan að maður er svona smeykur við að segja. Já. Þetta ætti að vera það, sá vett okkur sem ættum að vera órættust að tala því að vera svo mikilvægt fyrir okkur að tala okkur niður á okkur svona, sem kultúr og menning, niður á eitthvað skilning á vandamálinu. Algjörlega, en það er kannski bara vegna þess að við erum flest öll svona ráðalaus. Og svo eru náttúrulega alls konar svona lukkurittarar sem að bjóða einhverjar einfalda lausnir skilur og bara til að græða pening og búa sér til einhvern vettvang sko. Þannig að það er ekki til þess að bæta það en svona alvöru umræða, ég held að við höfum bara ekki svörin við þessu nákvæmlega en klálega eitthvað vitum við vitum til dæmis að félagsleg staða skiptir gríðalegu máli. Við vitum það að börn einstæðra foreldra, þau hafa það verr heldur en börn sem sagt foreldra í sambúð. Ekki bara efnarslega heldur líka andlega. Já, algjörlega. Þú veist, já, algjörlega. Og þú sér líka hvernig, sko, þú veist, eins og ég hef mikið áhuga á frístundastarfi. Ég veist það er svona þetta óformlega nám og þetta krakkar með krökkum og svona, ég held að þetta sé alveg rosalega mikilvægt. Hjálpar enn til þess að vaksa og þroskast. En dertu það þeirri kynslu og okkur bara hendur þetta göttu. Já, nákvæmlega með líkilunum hálsinn. Já, við hólum hvort annað upp. Ja, algjörlega. En, þú veist, og það er búið að tala mikið um það, frístundastarf sé hérna mjög mikilvægt og við vitum það öll. En það er rosalega fjárhagslegar skorður settar. Jafnvel þó við séum einhverja sko, frístundastyrki, þeir eru bara dropi í hafið með þann kostnað sem að fólk þarf að bera af, þú veist, íþróttum og tónlist og þess áttar. Þú meina, sjá til dæmis sko, það að vera með barnið sitt í tónlist, það bara kostar, það er gríðaleg sko, fórn og kostnaður og ég meina í íþróttunum og við sjáum þetta. Í hvert fólk sem er með barni í tónlist, að næstu tónleikum að snúa sig við og horfa á foreldrana og þá sérðu það að þetta er bara stéttar. Já. Það er vantar verkalýðsstéttina, það vantar lágtekjufólkið. Það er miklu betra að standa fyrir utan og sjá þegar að sko, bílarnir koma og allir stíga út í nákvæmlega sama og þetta er alveg þvert á það sem að var sín Gylfa Þ sem að ítti á stað hérna, átaki í tónlistarnámi á sínum tíma. Það var akkúrat til þess að sko gefa öllum möguleika á því að læra tónlist. En við höfum mistað. Já, algjörlega. Og það er sama á við íþróttirnar. Og við gerum rannsókn til dæmis á að því að það er mikið dropout fyrir ekki orðalagi, en það er mikið dropout úr brottfall úr íþróttum frá 7. bekk og upp í 10. bekk. Mjög mikið. En þegar maður skoða það eftir efnahagslegri stöðu, þá sjáum við að það eru færri krakka frá lágtekju heimilum í 7. bekk sem að stunda íþróttir og það eru bara þau sem að falla út. Hinir frá hátekju þau halda næstu öll áfram. Og það skiljum við alveg þegar við förum að horfa á það. Þá koma keppnisferðirnar inn, þá koma fjáraflanirnar inn, það eru sem sagt meiri græjur, þú veist, fleiri mót og svo framvegis og þetta á endanum þá er ekkert nema sko bara dedikera fólk sem að hefur bara þokkalega tekjur sem getur staðið í þessu, getur tekið sér frí til að fylgja krökkunum á öll þessi mót og þú veist, þú þarft að vera með fjölskyldu til þess að standa með þér í fjáröflunum og svo framvegis og það sem að sko við þurfum að átta okkur á því að við þurfum að hætta að tala svona eins og, já, íþróttir eru frábærar fyrir alla. Já, ef það eru frábærar fyrir alla, þá verða allir að taka þátt. Og ekki bara þegar þeir eru 7 ára í einhverjum íþróttaskóla. Þú veist, ef að íþróttir eru svona frábærar, þá verðum við bara að gera það, sem sagt, gera fólkið að kleift að stunda þær fram eftir öllu. Og að hluta til er þetta bara tilbúin vandi og það er svo mikið af vandamálum kringum börn sem eru bara búin til vegna þess að við erum að sko flækja þetta, við erum að fagvæða þetta, við erum að gera bara einfalda hluti einhvern veginn að einhverju monsteri, skilur við, eins og þetta. Það er ekkert vandamál að æfa fótbolta. Þú bara mætir út á völl og... Það er vandamál að þú drukkaður.
Já, þú veist. Og að frístundastyrkurinn dugar bara fyrir helmingnum. Svo þetta rukkaður og þú ætti að mæta á, þú veist, fjöldan allar á æfingum og þú ætti að vera með foreldra sem tekur þátt í öllu og ef að foreldrið tekur ekki þá ert þú bara ekki með, skilur, þú veist. En þetta er allt tilbúið. Frístundastyrkurinn, hann gengur út á að frístundastöðu markaður, þannig að foreldrið fá styrkin eða barnið og svo ferðu út á markaðan og kaupið sér. Já. Og eins og þú ert að lýsa og hefur komið fram að hann er minnst notaður upp í Efra-Breiðholti þar sem eru flestir fátækir og það leiðir til þess að kemur miklu lakari niðurstaða heldur en þegar að íþróttafélagið var styrt til þess að geta boðið öllum til þess að taka þátt. Þannig að þetta hefur kannski versnaði okkur. Hvað segir það okkur að frístundastyrkurinn sé minnst notaður hjá þeim sem að lægst hafa? Þetta er svo galið, skilur. Það dugar ekki fyrir hljóðfærinu, það dugar ekki fyrir búningnum. Nei, ég meina þetta er náttúrulega, skilur, þú veist, þú getur reiknað þetta er rosa skemmtilegt að reikna þetta er svo áhugavert, sko, því að þetta eru fleiri 100.000 og þegar að frístundastyrkurinn kom inn, þá hækkuðu öll æfingagjöld, skilur. Þannig að íþróttafélögum bara, þú veist, sá þessi leik á borði, ég ætla ekki að segja, menn að kannski hafa þeir bara þurft á því halda, en það var allavega þannig að almennt hækkuðu æfingagjöld. Þannig að það er alltaf verið að búa til hindranir og ég held að við þurfum að horfa á þetta bara sem þjóðfélag, að viljum við hafa fólk sem er heilsuhraust í þjóðfélaginu, viljum við hjálpa fólki að viðhalda heilsu sinni, andlegri og líkamlegri. Þá er það alveg óháð því hvort að það séu við sjálfi eða þeir í kringum okkur. Það bara, já, auðvitað. Það kostar okkur að endanum minna. Við getum hort á það þannig, að ef við viljum passa okkar eigin peninga, þá sjálfsögðu fjárfestu við okkar skattfé í þeim sem að lagast hafa aðstæður frá byrjun og fylgjum þeim eftir. Mögnum ekki upp vandan sem að það fólk lendir í. Nei, því að svo er líka þetta félagslega með íþróttareyfinguna, skilur þú veist. Það er svo rosaleg tengslanett sem að myndast í tómstunda og íþróttastarfi sem að þú veist, hjálpar fólki alveg ævina á enda Ég skoðaði fyrir, ekki gert það kannski í 4-5 ára, kannski breyst, ég skoðaði alltaf svona 2. og 3. flokk í leikni og var alltaf að bíða eftir að sjá afgerandi hóp innflytjenda nafna inni, en það kom aldrei og þá sá maður að þetta var ekki að virka, þetta kerfi, það var ekki að opna dyrnar og mér er sagt upp í Breiðholti að innflytjendabörni fari frekar í taekwondo eða eitthvað svona jaðaríþróttir við getum vegna þess að þar er ekki þessi þar er ekki þessi einslitni, þar upplifur ekki eins mikið að þú setur öðruvísi að þú setur fátækur eða eitthvað slíkt. Það er ódýrara. Þú þarft ekki eins mikið að græjum, þú getur mætt á taekwondo-æfingu bara í þinnu íþróttafötum, þú þarft ekki að kaupa í búning, þú veist, það er bara, og búningarnir þar eru bara ódýrir og svo ertu bara í kjallaranum á IR-húsinu og það er bara flott, vel haldið utan þetta, fá mót og allt svoleiðis, þannig að sjálfsögðu er það bara frábæri vettvangur. En það eru auðvitað bæjarfélög sem að hafa verið að reyna eitthvað í kringum þetta eins og Grindavík, þú veist, þeir voru með prógram þar sem að þú veist, það borguðu bara allir eitt gjald og þá máttu þú æfa bara það sem að þér langaði og þú máttu bara prófa þig áfram og það var engin munur á því í hvaða íþróttagreinu varst. Mér veist þetta til fyrirmyndir að prófa þetta og ég veit að fleiri hafa verið að reyna eitthvað þessu líkt En þetta er engin meðferð samfélagsins á mannauðunum? Nei. Og það er auðvitað, þú veist, á endanum þá er það alltaf spurningin, skilur við. Alveg sama hvort þú veit að horfa á þetta frá einhverjum svona idealískun sjónarhorni þar sem allir eigi bara að njóta sín og fá sitt og allt það, eða hvort þú ert bara frá hreinu gróða punga sjónarmiði. Það er alltaf mannauðurinn skiptir alltaf mestu máli. Alveg sama frá hvaða sjónarhorn þú veist, á endanum þá verður þetta alltaf að einhverjum kostnaði fyrir samfélagið og það er það sem við þurfum að koma í veg fyrir. Við getum haldið áfram, við vitum að brottfallið
úr framhaldsskóla líka tengt innflytjendum og fátækara fólki. Algjörlega. Við sjáum það á lánasjóðurinn, það eru helmingi færri sem að taka lán í dag heldur en fyrir 10 árum. Já. Þannig að það stuðningskerfi sem átti að auka jöfnuð, það að brotna líka fyrir framan okkur. Nákvæmlega. Herðu, en þú sagðir áðan svona seiglu. Af hverju það? Það eitthvað, nú þetta það að vera eitthvað sem var í uppeldinu í okkur. Einhvern tímann las ég einhvern Amerikana sem sagði að það væri alltaf til skiptis að vera ein kynslóð sem að hefði verið eins og okkar kynslóð sem var bara hent út að við degruðu börnin okkar. Já. Algjörlega. Það er auðvitað þannig. Maður vill að börnin sín hafi það betur heldur maður sjálfur og maður vill, þú veist, við höfum tilneyingu til þess að svona vera svona eins og þyrlu foreldrar yfir þeim og passa að ekkert gerist, að ekkert verði óþægilegt og þess að það. En það er auðvitað bara ómöguleg leið til þess að díla við lífið vegna þess að þú þarft bara að sko að klíma við þetta. Það er eina leiðin og ég meina við þekkjum þetta gamlega. Ég meina ég hef aldrei lært neitt af neinu nema að sé í mótlæti, skilur. Ég er alveg góður í meðbyr, sko, en það kennir mér ekki neitt, skilur. Ég stækka ekki sem manneskja, ég verði ekki betri, skilur. Það er bara þegar maður rennur raskati að þarf að takast á við eitthvað andstreymi sem maður svona finnur, þú veist, svona og maður stækkar. En hvaðan kemur það inn í menninguna ef við missum þetta? Hvað er ástæðan? Akkur þetta... Ég held að þetta sé svona bara svona ég held að þetta sé sko þróun sem hefur átt sér staði við langan tíma sko þar sem að við erum svona sífellt að verða meira upptekin af því hvernig okkur líður í staðin fyrir kannski svona hvað við getum gert og sérstaklega hvað við getum gert fyrir aðra og þess aftar og hvert okkar svona framlag, við erum svona meira kannski að hugsa það hvað við öll getum fengið tilbaka og hvað við hefum skilið og þess að það var svona einstaklingshyggju ég held að þetta sé, já þetta trúum því að því betur sem að við hugsaum hver fyrir sig að því betur verður samfélag þetta er góðsögn nýfrásökunar að við hefum ekki að hugsa samfélagið heldur að bara hver hugsa sjálfa sig að þá muni síga hér niður gott samfélag. Já, en þetta er auðvitað ekki bara nýfrásökunar svo þessi alveg tilbúin til að berja á henni svona fram eftir kvöldi sko en þá er þetta líka auðvitað bara svona, þú veist, þetta er líka til vinstri, skilur, þú veist, að bara... Nýfrjálsökinn kom þangað, sko, og vann vinstri, þess vegna vann, það var ekki fyrirstöð eftir. Þannig ég er ekki að tala það, sko, eftir þetta er ekki flokkspólitík, þetta er bara við lifum, eða höfum lifað, stjórnmálasáttmála nýfrjálsökinnar sem að byggði að sömuleyti á svona einstaklingshyggju. Já, það er, sko, einstaklingshyggja er klálega alveg ráðandi og efnishyggja líka, þú veist, við ætlum að leysa öll vandamál með neyslu, með peningum, þú veist, alla vanlíðan með einhverju svoleiðis, sko, úrræði. Og ég held að við séum svona svolítið búin að, sko, tína svolítið plottinu sko að þú veist, það er ekki það sem að, og við vitum það öll það er svo skrítið sko, við vitum það öll að við verðum ekkert glaðari þó að fáum okkur nýjan bíl eða þú veist, einhvern smá auka í launaumslæðið skilur ekki nema við séum fátæk sko, þá skiptir þetta máli en fyrir okkur ef við viljum auka hamingju yfir samfélagi með peningum þá var látað hérna fátækur. Já, algjörlega, það er líka miklu betra bara upp á sko, þessi fátækur, þeir eyða peningunum hér skilur, þú veist, þeir ríku þeir fara með þetta bara til Cayman sko. Þannig að það er algjörlega Kolleginn Viðar Halldórsson hann var hérna, hann var að tala að við mist sjónar á félagslegu töfrum sem að væru svona mátturinn í samfélaginu hérna á millum okkar við værum of mikið að hugsa þú veist hvernig ég hef það og þú veist hvernig þú hefur það en við sjáum ekki að það sem að raunverulega gerir okkur stóra eða getur gert fært okkur miklu meiri hamingju er eitthvað sem er hérna á millum okkar sko, í samfélaginu á millum okkar. Nei, ég held að það sé algjörlega rétt og það er kannski hluti af þessu vandamáli er sko, það eru kannski að hluta til sko skilabóðin í símónum en það er líka bara tíminn sem að síminn tekur frá okkur í sko, þú veist, eru við að sinna vinum okkar fjölskyldu, þú veist, öðru fólki eru að taka þátt í félagsstarfi eða eru við bara,
þú veist, þetta búið að gera okkur svolítið svona löt og framtakslaus og svona við leitum, ég geri þetta alveg, þú veist, ég get alveg sest og 1-2 tímum í tölvunni sko á nokkur að vita í hvað þeirri tímar fóru svona út sko þannig að það er líka það sko að það er ekki lengur svona þessi stimulus á að eiga samskipti. Ég man eftir þessu þegar að ég eyddi miklum tíma í Ólafsvík þegar ég var strákur og það var mjög gaman og mjög félagslynd fólk svona í Ólafsvík og mikið svona hlaupað á milli húsa og þess að það. Svo vídeóvættu allan bæinn. Vídeóvilla. Já, vídeóvilla. Það var bara sjóastöð sem að þú veist, þú pluggaðir inn bara og svo bara sýndar myndir og það var mjög áhugavert að sjá það þegar ég var bara úlingur sko. Þá datt allt svona niður það minnkaði rosalega mikið þessi svona heimsóknir og þetta fólk að finna sér einhvað til dundurs, það sátu bara allir og horfðu á sömu myndina í sikur húsinu sko. Aflokaðir. Já, og það er auðvitað þú veist, við þurfum nauðsynlega á sko félagslegum samskiptum að halda það er líka bara til að tekka okkur af sko, annars verður við bara svolítið súr sko. Já, alveg klikkuð. Já. Ég vitni fólk sem er setið Elisabeth Jökulsdóttir sagði það að þegar hún var í efins hvort að henni var dætt í hug okkur vitleysa, þá stoppaði bara fólk út á stoppustu og spurði því að hún gæti aldrei rétt sig af, hún yrði að hafa annað fólk til þess að gera það. Já, ég meina það er líka, það er auðvitað bara þannig og ég meina það er eins og, þú veist, sjálfsmyndun okkar, hvernig skapast hún? Ég meina hún skapast ekkit innra með okkur, þetta eru bara upplýsingar sem við erum að taka út og vinna úr, þannig að ef við erum ekki með, þú veist, fólk í kringum okkur, þá verður sjálfsmyndin bara rosalega skrítin. Já, en núna ertu byrjað að tala fullorðið fólk sem eru foreldrar barnanna sem hún byrjar að tala Já. Og það er náttúrulega ekki gott að vera þessara foreldra, þú veist, ef við lýsum þessari íktustu mynd sem að samfélagsmiðlarnir hafa á okkur og neyslu og hvernig svona félagslega netið og einangrun nærinn til fullorðins fólks að þá er erfitt að vera barn á slíku heimili. Já, það er og það sem að börni kvart oftast yfir er að þau fá ekki pappa út úr skjánum sko. Þau vilja bara fá tíma. Ég skal leggja fyrir þið eina þraut. Hugsaðu nú einhverja manneski, fullorðna manneski í þínu lífi sem að þið þótti rosalega væntum. Og hugsaðu svo eina stund sem að þið áttu saman og hvernig hún var. Og í flestum tilfellum þegar fólk veltir þessu fyrir sér, þá var ekkert í gangi neitt sérstakt. Þetta er ekki í Disneylandi, þetta er ekki í Tívolí í Kaupmannahöfn, þetta er bara gönguferð með ömmuðinni eða þú sast með veiðistöng og afiðin var við hliðina á þér, eitthvað svoleiðis. Þetta var bara stund sem að þið 2 eða 2 áttu saman. Skilur við, þetta eru mikilvægastu stundirnir. Þannig að fólk þarf að átta sig á því þegar það er að gíra sig upp í það að taka alla með til tenni eða hvað sem að fólk er að dunda sig við. Það er ekki það sem skiptir máli. Aðalmáli er það að eiga stund. Það sem er ekkert að trufla. Og það eru raunverulega alltaf í boði. Það eru alltaf í boði. Kosti ekki neitt. Ekki neitt. Herðu, Ársæll, þetta var svo góður endir að ég var enda hér. Takk fyrir að koma hérna og ræðum þetta sem er hjá okkur núna þessa dagana og vikunar málmálana. Á hverju er vanlíðan í samfélaginu okkar. Takk fyrir. Og við skiptum yfir í næsta mál eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall.